Meira af þessu, Guðni Ágústsson, fyrrverandi ráðherra, fagnar ákvörðun Ólafs Ragnars og telur einsýnt að hann nái góðu kjöri í forsetakosningunum í sumar. Höskuldur Kári aftur. Guðni var ásamt Baldri Óskarsinni í Fossvari fyrir undirskriftarsöfnunina þar sem skorað var á Ólaf að gefa áfram kost á sér í embætti. Guðni fagnar því ákvörðun forseta. Og þetta góður dagur, sunnudagur til sigurs. Þetta mikilvæg ákvörðun og þetta auðvitað 31.000 manns sem að skora á hann og ég finn mikinn stuðning við það en gegn embættinu áfram, þannig að ég fagna þessu. En lítur svo á að ykkar áskoranir hafi ráðið úrslitum hvað þetta varðar? Já, ég hygg að það nú hann hafi staðið við það sem hann segist hafa sagt í nýársávarpinu. Ég held að þetta hafi hreyft við honum og auðvitað fékk hann margar áskoranir fyrir áramótin, ég veit það, ég heyrði menn vera að skora á hann. Guðni segir að yfirlýsing forsetum að hann muni jafnvel ekki klára kjörtímabilið endurspegla heiðarleika. Hann orðinn fullorðinn og mér finnst bara mjög heiðarlega. Hann opnar á það og segir þjóðinni frá því að hann auðvitað búinn að vera lengi og það getur auðvitað gerst og þá var hann engan að svíkja heldur. Já, miðað við það hversu forsetinn hefur tekið margar umdeildar ákvarðanir á þessu kjörtímabili, áttu von á því að nái góðu kjöri? Já, hann fær ekkert alvöru framboð á móti sér í það og verður kosinn með glæsibrag. Framboð Ólafs Ragnars Grímssonar til endurkjörs forseta Íslands ekkert annað en stór pólitískt að mati prófessors í stjórnmálafræði. Engin hefð sé fyrir því að kjörnir forsetar í lýðræðisríkjum sitji lengur en í 16 ár. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir það sérkennilegt að frambjóðandi óski eftir skilningi á því ef hann ákveður að hætta áður en kjörtímabilinu lýkur. Það hafi aldrei gerst í forsetakjöri og tíðkist almennt ekki í kosningum. Það þá ljóst að í þessu samhengi þá hann að bjóða sig fram til þess að standa vörð ákveðu sjónarmið í ákveðnum verkefnum sem hann gerir þá ráð fyrir væntanlega gæti verið lokið áður en að hinn fullu 4 ár eru komin. Þar vísi Ólafur Ragnar til fyrirhugaðra breytinga á stjórnarskráni og Evrópumálana. Öfugt það sem við eigum að venjast á Íslandi, þá erum við hér komið með forsetaframboð sem ekki hægt að segja annað heldur en að sé stór pólitískt. Það sem óvenjulegt auðvitað við þetta það að hann greinilega ætlar forsetaembættinu eitthvað sérstakt hlutverk í því að endursemja stjórnarskrá eða að klára samningsferli við Evrópusambandið. En stjórnskipunin hins vegar gerir ekki endilega ráð fyrir því að forsetinn komi með sérstökum hætti að því, til dæmis varðandi það að semja nýja stjórnarskrá, þá hefur forsetinn einfaldlega ekkert sérstakt hlutverk í því. Ómögulegt sé að spá fyrir það hvort aðrir frambjóðendur geti skákað honum í kosningunum í sumar. Hann hafi augljóst forskot sem sitjandi forseti og geti rekið litla kosningabaráttu. Hins vegar þá hann að brjóta ákveðnar hefðir, hann að fara 5. kjörtímabilið, hann á miklu pólitískara prógrami heldur en verið hefur áður. Þannig að hluta til gætu kosningar snúist eðli forsetaembættisins, hvers konar forsetaembætti viljum við hafa og við munum sjá það væntanlega á næstu vikum hvernig viðbrögðin verða við þessari tilkynningu forsetans því að þetta óvenjulegt og nýtt og hann auðvitað að taka þetta alltaf áhættu. Þjóð hollt að hafa sama forseta í 20 ár? Það nú eiginlega engin leið að segja það. Það nú ekkert mjög margir forsetar fyrir utan svona, ef við lítum til hins lýðræðislega heim sem að sitja svo lengi og þá yfirleitt aldrei nema þá einhverju sem eru fyrst og fremst þjóðhöfðingjar eins og konungar. En hins vegar þá þetta ekki til neitt einhlítt svar við því. Forseti sem að gegnir engu pólitísku hlutverki bara þjóðhöfðingi, þá skiptir það kannski ekki verulegu máli. Ef hann væri pólitísk fígúra hins vegar, þá má kannski segja að það er hvergi hollt að það séu sömu valdhafar mjög lengi.